líka það nú þannig að hann reynir okkur, þetta vitum við nú ósköp vel og þetta engin ný frétt fyrir nokkurn mann eða nokkra konu. En samt svona ágætt að fá þetta til sín annað vefið því að við erum bara fólk og við erum fólk sem að hugsa margt og höfum skoðanir á mörgu og ýmislegt vekur okkur áhyggjur og ýmislegt dregur úr okkur og það því við sjáum ekkert nema bara það sem í kringum okkur og við vissum hvað gerðist í gær og þar á undan en hvað framundan vitum við ekki. Sumir treysta eiginhyggjuviti og það hefur nú leitt menn hingað og þangað og ekkert endilega það öruggasta sem til Aðrir treysta Guði og læra þolinmæði af því að treysta Guði. Það eykur þeim trú og allt sem af trú líka svona, hefur í för með sér svona ákveðin rólindi þannig séð. Því að þegar áhyggjurnar ekkert að plaga okkur, þá kemur líka þetta ágæta rólind yfir. Það oft stormar hjá okkur í einhverju vatnsglösum. Við erum með storma í kringum okkur þó að ættu einhver stormar að vera. Og þeir eru vegna þess að trúnni áfátt. Við eigum ekki alla þessa trú sem við viljum eiga, segjumst eiga og kannski stefnum að. En það bara tekur tíma að fá hana. Drottinn ekki maður, hann aðilinn sem með þetta allt í hendi sinni. Hann aðilinn sem sér fram yfir andartakið, sem gefur ekki manninum að sjá. En eins og við vorum líka að tala áðan, þá gefur hún okkur eitt sem að treysta sér. Það heitir trú og það nærist af trúnni. Og þetta traust, ef við gerum þetta allt saman eins og Drottinn segir okkur, vex og það gerir okkur bara róleg. Og við tökum hlutum meira og oftar bara með jafnaðar geði. Og þetta munum við koma á stað þegar að þessu ástandi lýkur að þetta voru meira og minna bara stormar í vatnsglösum. Og við horfum tilbaka og við segjum það skeði bara ekki neitt. Nema bara að það var rót og mér. Og hver oft það ekki nákvæmlega þetta sem ástandi, það bara rót og mér. Af hverju þetta rót og mér? Það einni ástæðu, það vantar trú. Já, hún ekki alltaf mjög stór trúin okkar. Eða nýja öflug. Það þetta trúleysi sem býr til þess að storma í vatnsglösum. Við sjáum að þessu, hvort við þurfum ekki á Drottni að halda. Hvort við þurfum ekki að hafa frið við hann. Þegar við erum svona vanmáttu sjálf, bara í öllum þáttum. En ef ég bíð eftir því sem Drottinn að gera, og leyfi honum bara að klára það, þá veit ég að það sem kemur betra heldur en það sem var. Hver segir mér þetta? Nú auðvitað mín trú. Og reynslan af trúnni.
af því ég hef gengið mörg ár í trúnni og ég hef séð margt. Og hér er ég í dag, ég er bara þokkalega til fara. Hef lært sumpart mína lexíu og get orðið beðið stundinni lengur og tala því alla þessa storma í vatnsglasi, því að þeir, rétt eins og í þínu lífi, hafa líka einkennt mitt líf allt of oft og gera kannski enn. Það er sem sagt ekki neitt sem að ég er að hafa áhyggjur af. Svo stormur getur ekkert verið í vatnsglasi nema því ég bý hann til í þessu vatnsglasi. Stormurinn geisar fyrir utan. Hann er veður fyrirbrigði sem að skellur á rúðunni okkar, sem skellur á bílnum okkar, sem skellur á okkur sjálfum þegar við erum á gangi og hreyfir okkur til. Hvernig gerir stormur í vatnsglasi það? Hann er ekki neitt. Það er á sinn hátt magnað að geta búið þetta til með sjálfum sér. En það er svo líka svo margt sem að maðurinn gerir sem er hvergi nema bara þar. Þetta eru þessi stormar í vatnsglasi sem við erum að búa til yfir engu. Því þeir eru ekkert. Þeir eru þarna af því við bjuggum þá til. Og svo hverfa þeir og dagarnir líða og allt í einu erum við komnir á annan stað, inn í annað umhverfi. Þá horfum við tilbaka og sjáum alla þessa storma í vatnsglasi og við segjum þetta var ekki neitt. En samt hygg ég að þetta sem við gengum í gegnum sé þráttur allt reynsla til góðs að því leyti til að við sjáum kannski Drottinn í öðru ljósi og réttara eftir en áður. Þannig að það er alltaf tilgangur með öllu. Þannig að við örvæntum ekkert bara upp úr öllu valdi og látum bara deigan síga og hugfallast og falla í einhverja debur. Það er engin ástæða til þess. Og þetta auðvitað undirstrikar það að við erum með heila þykka doðrant sem heitir Biblían, Gamla testamenti, Nýja testamenti, sem er full af sögum eins og af mér og þér, af fólki sem lenti í alls konar, féll saman, reis upp og treysti til Guði og gekk í gegn með hann í fararbroddi. Og þetta fólk sem við þannig erum að lesa er fólkið sem við erum að horfa til úr Biblíunni en er samt bara fólk eins og ég og þú sem læriði lexíuna sína. Og það er einmitt það sem við erum að gera. Við erum að læra lexíun okkar. Þá verða þessi stormar í vatnsglösum færri og jafnvel þeir hætta og við erum svona jarðbundnara fólk. Við báða fætur oftar á jörðinni og tökum því sem við þurfum að taka með jafnaðargeði sem er alltaf betra heldur en að fyllast áhyggjum yfir já, eins og ég segi, engu.
Og þess vegna þetta hvatningin alltaf þessi sama. Það þá að vera í þessum Guði og leyfa honum bara að kenna okkur og fá myndir af líkum okkur í Biblíunni sem gerðu svo margt og alltaf guðlegt. Þegar sigrarnir voru, þá voru þeir alltaf guðlegir. Hann með augun á þér, og þetta erum við alltaf að tala til hvers? Einmitt til þess að koma mér út úr mínu hugarvili, koma mér út úr þessu ástandi þar sem allir þessi stormar í vatnsglösum eru að bálast upp og gera mér lífið erfitt, en eru bara ekki til nema þar, en samt alveg nógu slæmt fyrir mig að hafa þá þar. Af hverju ekki fara með báða fætur og jörðina og bara segja ég ætla að treysta Guði? Og þegar einhver að vinna fyrir mig, af hverju ég þá erfiða líka? Þegar ég veit að það hvort þeir flýtir engu en mögulega hægir á einhverju. Ég tala nú ekki ef ég fer og stíg frammi fyrir, skrefið fram fyrir hann sem að hann leyfir mér, því hann tekur ekki frammi fyrir hendurnar á mér en það hægir á honum. Sem leiðir til þess að það líður lengri tími en þarf að ég fái mína lausn. Þegar við höfum þetta traust, þá líka höfum við svo margt í hendi í raun og veru. Og þegar við vitum hver Guð og við treystum honum, þá erum við í raun með allan sigurinn í hendi. En við sjáum hann kannski ekki. Ef við erum samt með hann í hendi, því það sem Guð byrjar á, hann klárar það líka. Við höfum svo ótrúlega marga staði í orði Guð sem einmitt segir það að hann klári þau verk sem hann byrjar. Svo þegar við erum konir í gegnum þetta, þá sáum við það að þetta var allt saman bara hégómi. Eins og við verðum að tala hér, bara stormar í vatnsglösum. Og við vitum að stormur í vatnsglasi ekki neitt. Bara hugarburður minn. Eins og svo margt annað það er svo margt sem hugarburður minn. Af hverju haldið að Drottinn hafi gefið okkur trú? Af hverju haldið hann hafi gefið okkur heila bók til þess að vinna í og leyfa að snerta okkur? Af hverju haldið þið að þetta allt saman sé nema að því sem við erum að ganga í gegnum? Þú ert ekkert eina manneskja sem við þurfum að þola ýmislegt. Stundum kannski maður enn að búa til þess að storma í vatnsglasi. En ég segi í dag, þetta eru bara stormar í vatnsglasi. Með öðrum orðum, stormur í vatnsglasi ekki til í raun og veru. Hvar hefur þið séð stormi í vatnsglasi? Með eigin augum. Eitthvað sem áþreifanlegt. Hvergi af því það ekki til. En það hins vegar ýmislegt sem verður til í hugskoti mínu, sem allt annað mál.
Það með þetta sem að kennslan gerir. Hún undirstrikar svo margt svona. Og þú veist það. Og þú þarft á þess að halda. Því oft hefur ekki heyrt svona kennslu. Já, þetta sé ekki kennsla númer 200. Ég geti trúað því. En þú finnur það að þú þarft á þess að halda. Þótt þú sért búin að heyra hana segjum 200 sinnum. Og kannski með nokkur reglulegu millibili. Af því að hver dagur hefur sínar áhyggjur. Og það alltaf sama niðurstaðan, það að treysta, það að trúa og það að vita að Guð með þetta allt í sinni hendi. Ég mun berjast fyrir yður, en þér skulu vera kyrrir. Hve oft hefur við ekki heyrt þennan ritningastað, hve oft hefur hann ekki blessað okkur í raun og gert okkur svona rólega í hjartanu. En samt þetta alltaf að bálast upp í okkur og allt í einu eru komið 30 litlir stormar í vatnsglösum í kringum okkur. En samt alveg stafalogn úti og sólinni í heiði og ég veit ekki hvað og hvað. En allt bálast og allir stormarnir eru inn í okkur sjálfum. Þetta bara trúleysi, kæru vinir. Hvernig ráðust við gegn trúleysi? Með því að biðja bæninu meira, með því að reyna að haldast glaður oftar og svo framvegis og svo framvegis. Þannig ráðust við gegn öllu þessu. En ef við náttúrulega viljum ekki gera þetta, þá erfitt að eiga við. En það með þetta líka sem að kennslan að árétta og hamra á við okkur, að með því að fá góðan boðskap til okkar, þá svo oft sem við viljum allavega að eitthvað breytist af þessum dæmi, af þessum toga, því við tökum undir þetta. Því við höfum svo oft gengið í gegnum þetta. Og við líka getum horft tilbaka á þessu tímabil okkar sem áður voru og við segjum núna við okkur að það gerðist aldrei neitt. Ég skal fyrstur mann að taka undir þetta, að stormur í vatnsglasi í raun og veru ekki til. Í neinu sýnilegu formi, en hann til hjá mér. Og það svo sem alveg nógu slæmt. Síðar í Króningubók, sem Gamla testamentið, það gaman líka að stúdera það svona inn á milli. Ég hef nú alltaf gert það og ég hef nú alltaf svona stúdera það líka með. Og ég sé nú meira í Nýja testamentinu. Þá stúdera ég það nú alltaf svona inn á milli og mér finnst það bara gott. Það er sérst önnur Króningubók, það 14. kafli, við skulum byrja á fyrsta versi og lesa til 6 eða til 7. Asa gerði það sem gott var og rétt í augum drottins Guðsins. Hann lét fjarlægja útlend ölduru og fórnarhæðirnar, braut merkisteinana og hjó niður assuru stólpana. Þannig verið að ráðast gegn einhverjum svona átrúnaði sem var ekki guðlegur og þetta náttúrulega gömulsaga og ný. Við erum alltaf að byggja einhvað upp sem ekki frá Guði komið og svo kom einhverjir og einhver staðar eitthvað sem rífur þetta allt niður. Þetta á ekki að vera. Þetta á ekki að tilheyra lífi kristinna manna nema Jesú, það það eina sem á að tilheyra í raun okkur.
En það einmitt þetta, af því þetta eru svo margar assirur og alls konar svona hjáguði sem við erum með, þá erum við með þessar áhyggjur alltaf. Af því það er svo víða sem að múrin er þó brotinn. Og af þessu fæðist líka þessi stormar í vatnsglasi sem við verðum að tala að eru hvergi til nema bara í hausnum á okkur sjálfum. Hann skipaði Júdamönnum að leita drottins Guðs feðra sinna og framfylgja lögmálunni og boðorðunum. Þar sem hann fjallaði fórnarhæðirna og reykilsisalturinn úr öllum borgum Júda nauti ríki friða undir hans stjórn. Sem sagt, hann réðist á þessi vandamál sem voru þá þessar assirur og þetta drasl, hjó þetta allt saman niður og hendi og fleygði, losaði íbúana við það. Og þá ríkti friður, þegar friðurinn býr allur í Guði. Og þegar ég ger það sem er guðlegt og gott og rétt, þá kemur hann til móts við það sem ég er að gera og ég finn þennan frið. Þá er ekki nokkra líkur á því að tilverði nokkuð sem heitir stormur í vatnsglasi eða einhverja bullandi áhyggju sem að dregur upp alls konar myndir og allar rangar. Frið var í landinu og enginn fór með stríð á hendur Assa á þessum árum og því gat hann reist víggirtar borgir í Júda. Þar sem drottinn hafði veitt honum frið, sagði hann við Júdamenn, við skulum víggera þessar borgir með því að reisa umhverfis þær múra, turna og hlið með slagbröndum og meðan við höfum landið enn á valdi okkar. Af því að við höfum leitað drottins Guðs okkar heils hugar og veitti hann okkur frið og alla vegu. Þeir tóku því að reisa og varð vel ágengt. Þannig erum við komnir á eitthvað sem að heitir friðarstaður.